Það er svona kannski eftir frábært ár í fyrra þá kannski er meiri pressa á ykkur í Ýringum núna eða hvað? Sko, við ætlum allan að setja þessa pressa á okkur. Okkur er samt spáð 7. sætinu en við ætlum okkur klálega að gera betur en það. Um, við viljum bara halda áfram sama rönni og við vorum á í fyrra, þannig að já, við erum bara spenntar. Þið voru í 5. sæti í fyrra og svona komið mörgum á óvart sem nýliðar. Já, alveg klálega sko og sýndum það að við eigum alveg skilið að vera í þessari deild og við ætlum bara að sýna það áfram. Svona hópurinn, er hann svona svipaður og hann var? Hann er svipaður, við reyndar missum út Sigrúnu línumann því miður, hún sleit krossband núna bara rétt fyrir sumarfrí. Fengum til okkar markmann, hann Ingunni sem er í U18-landsliðinu úr Fram sem er bara frábær viðbót hjá okkur. Annars er þetta bara mestmegnis sama liði. Undirbúningum gengið bara vel? Gekk mjög vel, við erum nýkomnar heim frá Tenerife og það var bara geggjað, gott að fara í smá sól og svona fyrir haustið en já, við erum bara spenntar fyrir þessu. Og spiluðu ykkur að leikið þar eða hvað? Spilum við Gróttu úti og erum búin að spila nokkra æfingarleiki hérna heima og bara gengið svona þokkalega myndi ég segja. Þannig að þegar flauta verður til leiks þá verður við svona komin þokkalega góðu bragur á liðið. Ég held það, við erum bara tilbúin í þetta, eigum Val núna í fyrsta leik sem er bara fínt að byrja og svo verður þetta bara spennandi. Það er gott að byrja bara á hérna mestraliðinu. Það þýðir ekkert minna sko. Miða sig við þá. Nákvæmlega. Og svo bara náttúrulega þið hafið líka gert svolítið út á að vera með sterkan heimavöll. Já, alveg klálega. Það er geggjað að spila í Skógarselinu og fólki líður vel að mæta þarna og finnst gaman að spila og kemur góð stemning í stúkunni og bara geggjuð umgjörð þannig að þetta er bara algjör veisla fyrir Skógarselinu.